Keflvíkingar sem hafa verið í eldlínunni með knattspyrnuliði félagsins undanfarna 2 áratugi voru heiðraðir á nettovellinum í Keflavík nýlega en þá fór fram heiðursleikum þeim til handa gegn úrvalsliði Baldurs Sigurðssonar sem lék með Keflavík í nokkur ár. 400 ungmenni sem voru sérstakir gestir á leiknum klöppuðu þessum góðsögnum sem nú voru flestar búnar að leggja skóna á hilluna lof í lófa. Nær örugt hægt að telja að í þeim hópi séu leikmenn sem eiga eftir að taka við keflinu fyrir Keflavík í framtíðinni. Þessi kynslóð leikmanna fædd á árunum 1977 til 1983 og hafa þessi leikmenn skilið eftir sig stór spor bæði í sögu keflvískar knattspyrnu sem og í hjörtum stuðningsmanna á undanförnum áratugum. Aldursforsetinn Jóhann Birnir Guðmundsson lék sinn fyrsta leik árið 1994 eða fyrir 23 árum en hann fekk fótbolta uppeldi á yngri árum hjá Víðismönnum í Garði. Það eru heimamenn sem skipuðu að mestu leyti liðin sem unnu þessa bikartitla eftir öll þessi ár og voru nálægt að vera Íslandsmeistarar. Þannig að við þurfum að halda mjög vel utan um hvernig yngri flokkar starfi og þurfum að fá fært fólki í þjálfun. Og svo náttúrulega þurfum við að vera duglega styðja Keflavík líka í efstu deild bæði karla og kvenna því að það skiptir ótrúlega miklu máli að hafa fyrirmyndir. Og ég meina saman fyrir okkur sem voru við vorum Raggi Margeis, Óli Þór, Siggi Björgvins, allir þessi gæjar náttúrulega sem maður leit upp til, þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Og góður efniviður í yngri flokkum í Keflavík? Já, það alveg frábær efniviður bæði karla og kvenna megin, þannig að ég hlakka bara til að starfa við það. Haukur Ingi Guðnason og Guðmundur Steinarsson eru báðir synir gullaldarliðsmanna Keflavíkur þeirra Guðna Kjartanssonar fyrirliða og varnarmanns og Steinars Jóhannssonar markahæsta leikmanns liðsins alveg þangað til sonur hans, Guðmundur, hirti þann titil af honum. Það þótti stórfrétt í íslenska fótboltaheiminum þegar Haukur Ingi var keyptur til enska stórliðsins Liverpool. Þá var hann aðeins 19 ára Bítlabæjar pegi. Já, það var náttúrulega meira áttar. Maður fekk að lifa drauminn og svo maður kom aðeins. Ég fór út til Liverpool 19 ára gamall og var þar í 3,5 ár og það var náttúrulega bara draumi líkast og einhvað sem maður getur lifað með bara og sagt barnabörnunum þegar þar kemur. Þetta voru náttúrulega bara mikil reynsla og skemmtilegu tími og maður að spila með náttúrulega miklum stjörnum eins og Robbie Fowler og Michael Owen og fleirum og Steven Gerrard náttúrulega stiga síns fyrstu skref hérna í boltanum þannig að maður fekk svona kynnast honum þegar hann var að stíga upp úr úrlingaliðinu upp í aðlið og náttúrulega bara gífurleg reynsla sem maður fekk að upplifa og bara ekkert nema gleði. Þú búir ekki lengur í Keflavík, þá slægir alltaf Keflavíkur hjartað? Já, algjörlega Ég var einmitt að koma og halda fyrirlestur fyrir eldri borgara í Keflavík í 50daginn og þegar ég keyrði inn í Fitjar þá fann maður svona nostalgíuna líði yfir sig. Þetta náttúrulega bara, ég á ótrúlega góða minningar í hann og leið alltaf vel og líður vel og bara, og líka bara rosa gaman að hitta fólki, þetta svona, það eitthvað svona sérstakt við það, það svona einhver umhyggja og svona væntumþykja sem maður finnur bara frá fólkinu og mér þykir rosalega vænt þennan bæ. Og heldur að Keflvíkingarnir eigi eftir að spjara sig núna aftur í efstu deild? Já, það náttúrulega bara frábært þessu komnu upp og eins og ég sagði áðan að það náttúrulega svona svolítið ný kynslóð að koma upp sem að við þurfum náttúrulega að gefa þeim tíma og við þurfum að vera aðeins þolinmóð og ég vonast þess að fólk svona sýni svolítið stuðningi verki og komi og styðji bakið á þeim þó svo kannski það mun ekki allt ganga upp eitur og bingo, það mun náttúrulega móti blása líka en að menn svona standi saman og styðji þessa ungu stráka sem koma upp og þá held ég að framtíðin sem björt. Markahrókurinn Guðmundur skoraði 102 mörk fyrir Keflavík á ferlinum. Hann segir að júgóslavneskur þjálfari sem kom til Keflavíkur á sínu tíma hafi átt stóran þátt í því hvað margir ungir og góðir leikmenn komu eftir árið 1995 og næstu ár á eftir. Já, bara fyrst og fremst við fengum júgóslavneska þjálfara í yngreflokkunum, Velimir, sem náttúrulega bara kenndi okkur bara grunninn bara í knattspyrnu og bara fleiri árgangar af Keflvíkingum sem fengu bara hrikalega flottan grunn og bygga því og búa því menn ennþá að spila margir hverjir og þetta náttúrulega bara á þeim tíma bara geggjað að fá hann og hann var bara langt á undir samtíðvirtistjóra bara hérna á Íslandi og hann náttúrulega held ég að sé bara lykillinn því að hvernig keflvísk knattspyrna í dag og svona aðeins bara hvernig menn hugsa í dag hérna á fótbolta og það náttúrulega bara
og sér á svona eftir á hvað þetta var rosalega mikið tappafengur fyrir félagið að fá hann. Kjartan Másson kom til Keflavíkur frá Vestmannaeyjum á sínum tíma og fór fljótlega að skipta sér að fótbolta í Bítlabænum og þjálfaði liðið nokkru sinnum. Sigurður Björgvinsson var leikmaður og fyrirliði og síðan þjálfari Keflavíkur í nokkur ár. Hann stýrði meðal annars liðinu með Gunnari Oddssyni þegar liðið varð bikarmeistari 1997 en það var fyrsti bikartitillinn í löng 22 ár en Keflavík vann bikarinn í fyrsta skipti árið 1975. Og þetta þú sér það eins og núna, þessi peyjar, þeir eru þrælsprækir ennþá margir hverjir sko. Þessi hópur, Siggi, þetta eru hérna 11 peyjar sem verið svona, hálfpartinn að kveðja. Þú þekkir þessa stráka mjög vel? Já, fylgdist með þeim og man eftir þeim líka þó að ég hef ekki þjálfað nema einhverja nokkra, þá sá maður hvað það var spunnið við þá, strax í yngri flokkunum. Ég man alveg eftir að sé Jónas í 4. flokki og maður sá þetta að þetta voru hörkunaglar þessi strákar. Keflvíkingar hafa alla tíð státað sig af frábærum markvörðum en vissulega voru 3 í fremstu röð á gullaldarárum Keflavíkur og næstu ára á eftir. Þorsteinn Bjarnason tók við af Þorsteini Ólafssyni og báðir léku þeir með landsliðinu eins og Bjarni Sigurðsson sem kom í kjölfarið og var alinn upp í Keflavík. Skagamenn eldu sér síðan í hann. Það var hreinlega ekki pláss fyrir hann í Keflavík. Á eftir þeim 3 komu fleiri góðu markmenn eins og Ólafur Pétursson og nafni hans Gottskálksson. En heyrum í Þorsteini Bjarnasyni sem mætti 60 í markið í heiðursleik Keflavíkur á dögunum. Hvað eftirminnilegast frá þínum ferli með Keflavík? Erfið spurning. Jú, það er æðislegt að koma inn þegar maður var ungur 17 ára, 74, við erum bikarmeistari 75. Svo man ég náttúrulega eftir öllum silfurpenningunum í bikarkeppninni eftir það vegna þess að ég fór 3 sinnum í úrslit og vann aldrei. Þannig að það fullt af eftirminnilegum hlutum, hvort sem með Keflavík eða landsliði, það ekki hægt að segja hérna. Hvernig heldur að Keflvíkingum eigi eftir að vegna núna aftur í efstu deild? Þeir eftir að gera það gott og ég held að það sé bara eingöngu út af því að menn hafa haldið svolítið utan hópinn. Þetta eru strákar hérna, þetta eru ungir strákar og ég held bara að menn verða náttúrulega líka að sýna þolinmæði, ekki vera að búast við of miklu á næsta ári. En ég meina, þau bara byggja vona þetta sem komið og ég held að það verði alveg mjög auðvelt.